Við bjóðum Bjarka Steingrímsson, varaformann VR, velkomin í hvítbókarspjall. Takk fyrir að bjóða mér. Hvað er VR, Bjarki? Sko, eins og VR í dag, þá virkar þetta, þá er þetta rekið bara eins og hvert annað leynifélag gagnvart félagsmönnum sínum. Á meðan að þessar fjárhagsupplýsingar eru ekki upp á borðanum, á meðan að þetta snýst alla þessa sjóði og stjórnarsetu í sjóðum og kringu það, þá er þetta bara eins og hvert annað leynifélag. Þetta þá að snúast félagsmennina, númer 1, 2 og 3. Hennar fá félagsmenn að sjá hvernig VR hefur verið rekið undanfarin áratugi, eins og þeir lofuðu í kosningabaráttunni. Það eru tvær leiðir til þess að opna þetta. Það er annarkvort með almennri hugarfarsbreytingu hjá þeim sem eru þarna með mér núna í stjórninni og eða að skipta út algjörlega í næstu kosningum þeim öflum sem hafa staðið eitthvað harðast í vegi fyrir mér og það er næsta kjörtímabil er að núna eftir árum. Sko, miðað við það mótspurning sem ég hef fengið á mínu þessu máli, þá er klárt og það sem ég hef séð, þá er ég ekkert svo viss að þetta fólk sé neitt mjög sátt við að þessar upplýsingar fari neitt fyrir almannaugum. Ég er ekki að segja sér neitt ólöglegt þarna, en það er alveg full ástæða til þess að hinn almenni félagsmaður sjái með sínum augum hvernig farið hefur verið með peningana okkar í gegnum tíðina. Við erum að tala félag sem veltir 2000 milljónum á ári. Er Kristinn Örn, formaður VR, samþykkur því í dag eða? Kristinn Örn, hann hefur valið þá leið sem hann komið þá, hann ætlaði í þessa vinnu með mér. En á meðri leið, þá skiptir hann skoðun og fer að tala að fá óháðan endurskoðanda til að skoða þetta. En mín reynsla af óháðum skoðunum, ég gef ekkert fyrir það. Þú fær bara það sem þú segir ekki. Hefur þú séð bókhaldið eitthvað af því? Já, ég byrjaði að gekk mjög vel uppalega. Ég fekk send þær upplýsingar sem ég bað til dæmis kreditkorta yfirlit og annað. En skyndilega þá fóru svona að herða stólinn að mér og allt í einu þá var sagt stopp, hingað ekki lengra. Þú færð ekki. Hver stóð fyrir því? Stjórn VR klárlega. Í miðstjórn Alþýðusambandsins eru beinir málsaðilar sem ég vil sem til dæmis eru með kreditkort og annað út á félagi sem eiga bara geta stoppa þetta svona. Nú er Gylfi Arnbjörnsson formaður ASÍ tengdur einhverju tortólafélagum. Ég var einmitt að varpa hérna skemmtilegri mynd Ströndum tortóla. Já, þetta er fallegt þarna, kannski hann hefur komið að með kallinu, segir það ekki. Tengist VR einhverju í tortólan og hef ég heyrt að svo sé. Getur það verið? Ég veit ekki nákvæmlega með það, en VR var á einum tímapunkti hluthafi í félagi sem hét Eignarhaldsfélag Alþýðubankans. Og það er einmitt þetta sama félag sem að Gylfi var ekki framkvæmdastjóri fyrir, sem að var með þessi viðskipti við tortólegir. Og það kom fram að það hefur verið, Gylfi segir sjálfur að það hefur verið í gegnum Kaupþing Luxemburg og sem hafi ráðlagt þeim að gera þetta svona vegna þess að þeir voru með erlenda starfsmenn á sínum snærum sem að það var eitthvað skattalegt málvarðandi erlenda starfsmenn einhvers félag sem eignarhaldsfélag átti. Við þökkum Bjarka Steingrímssyni, varaformanni VR fyrir spjallið og við erum endilega að spyrja eftir til í að koma aftur kannski eftir áramót og bara hvenær sem er.